og hún líka svo, þú veist, hún að kynna inn alls konar svona koncept sem eru kynnt eins og þú sagðir áðan með miklu hægar. Þetta líka bara weird mynd. Hún stórfurðuleg. Ef við stígum aðeins frá og skoðum Phantom Menace bara objectively, hún súr ass mynd, bara svona suma senurnar, karakterarnir og bara, upplýsingaflæðið, struktúrin bara. Rosalegt í þeirri mynd, sko. Það stórfurðulegt að köflum, sko. Og sérstaklega ef það varst ekki innvinglaður inn í heiminn, sko. Já, hann George Lucas náttúrulega fyrst og fremst framleiðandi og hann sjálfur hann var búinn að segja að hann hafði ekki áhuga að leikstýra myndunum. Hann spurði alla. Og það enda bara með því by default að hann þurfti að gera það sjálfur. Hann reyndi að fá Spielberg, hann reyndi að fá, þú veist. Mín tilfinning var alltaf svo að hann hann steppaði til þess að leikstýra með þess að hann vildi sanna eitthvað. Og því að þú veist, það er tvær Star Wars myndir sem virtist vera að resonata mest alltaf með yngri kynslu. Fyrsta lagi, sú Star Wars mynd sem var alltaf best regarduð var sú mynd sem hann kom minnst nálagt, Empire.